Verið velkomin í orðaskipti. Textarnir sem við glímum við í dag, þeir virðast toga okkur í tvær gjörólíkar áttir. Annars vegar þessi boðskapur sem virðist upphefja ástand, að vera fátækur, auðmjúkur, máttlaus. Nánast eins og veikleiki sé að forsenda fyrir ná Guðs. En hins vegar þetta mjög hávart ákall aðgerðir, að leita réttlætis, vera miskunnsamur, skapa frið. Spurningin sem við veltum fyrir okkur þá þessi: hvar liggur kjarninn? Hin sanna viska fólgin í því að við viðurkenna vanmátt sinn og sem sagt treysta á Guð einan, eða birtist hún í virkri baráttu fyrir betri heimi? Þetta ákall að vera eða ákall að gera? Ég hallast að hinu fyrrnefnda, að kjarni sé þessi róttæka umsnúningur þar sem Guð velur það sem heimurinn fyrirlítur. En ég kem að þessu úr allt annari átt. Ég held að það sé ákveðnin misskilningur að líta á þetta sem einhverja lofgjörð til aðgerðarleysis. Fyrir mér eru þessi textar, þeir eru fyrst og fremst skýr siðferðileg áskorun. Auðmýktin og veikleiknin eru kannski upphafspunkturinn, já, en þau eru alls ekki áfangastaðurinn. Þau eru dyrnar inn að lífi sem einkennist af virkum kærleika og einmitt réttlætisleit. Byrjum þá á mínum grunni. Mín sýn sú að það sé rauður þráður í gegnum alla biblíuna að Guð, hann starfi í gegnum það sem smátt, veikt og lítils metið. Og þetta ekki tilviljun, þetta aðferð. Þetta stýrikerfið sem Guð notar til að sýna fram á allt annars konar mátt en heimurinn þekkir. Tökum spámanninn Sefania. Hann talar að Guð muni skilja eftir leif í Ísrael, fátæka og litla þjóð. Hebreska orðið sem notað yfir þetta fólk anavim og það svo magnað orð. Það þýðir ekki bara auðmjúkur á einhvern kurteisanhátt, heldur bókstaflega hinir beygðu, þeir sem eru kreistir niður. Ímyndað einhver sem líkamlega burðum hlaðinn, getur ekki rétt úr sér á stolti. Þetta ástand, ekki val. Og það einmitt þetta ástand sem gerir þá móttæklega fyrir Guði. Páll tekur svo þennan bolta og hleypir með hann í fyrra Korintubrefi. Hann segir nánast með öskri: Guð útvaldi það sem heimska í heiminum til að gjöra vitringalega til skammar. Söfnurinn í Kórintu var nákvæmlega svona. Samansafn af venjulegu fólki, jafnvel fólki sem var neðarlegar í virðingastiganum. Þeirra skortur á veraldlegri stöðu og menntun var ekki hindrun, heldur farvegurinn fyrir mátt Guðs. Þetta nær svo hámarki í sæluboðunum þegar Jesús segir: Sælir eru fátækir í anda. Þetta ekki loforðum að þeir verði sælir einhvern heldur yfirlýsing að þeir eru það núna. Þeirra himnaríki. Ástand veikleikans sjálfur inngangurinn. Ég viðurkenni alveg að þú hefur rétt fyrir varandi þennan rauða þráð. Áherslan á veikleika óneitanleg. En mér fannst þú stoppa of snemma. Textarnir sjálfir halda nefnilega áfram. Lítum aftur á þessa anavim hjá Sefania. Já, þeir eru beygðir, en hvað þeim sagt að gera? Leitið réttlætis, leitið auðmýktar. Þetta eru sagnir, þetta eru hvatningar til aðgerðar. Þeir eru ekki bara lofaðir fyrir að vera í ákveðnu ástandi, þeir eru hvattir til að breyta eftir því. Þeir eru skilgreindir sem þeir sem framfylgja lögmáli hans. Þetta virk trú, ekki aðgerðarlaus. Og þegar kemur á Korintubrefinu, þá verðum við að skoða samhengið. Korintusöfnuðurinn var heltekin að grískri heimsfeiki, stöðu og frama. Pál ekki að lofsyngja fáfræði í sjálfu sér. Hann að nota róttækt orðalag til að rífa niður hroka þeirra. Hann að segja: sú viska sem þið eru svo stolt af einskisvirði frammi fyrir Guði. Markmið ekki að vera áfram heimskur, heldur að skipta út falskri mannlegri visku fyrir sanna visku sem finnst í Kristi. Kristur orðin okkur réttlæti, helgun og endurlásn. Þetta umbreyting, ekki staðfesting á ástandi. Og sæluboðin? Jú, Jesús byrjar á ástandinu en listin heldur áfram. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þeir sem eru miskunnsamir og þeir sem eru friðflytendur. Þetta allt saman virkar dygðir. Þetta uppskrift að því hvernig á að lifa í ríki Guðs. En þú getur ekki horft fram hjá því að grunnurinn á öllu þessu ástandið.
Tökum þessa anafím. Ég held að þú vanmetir hversu róttæk þessi hugmynd er. Þeir eru skilgreindir út frá getuleysi sínu. Þeir eru leifin einmitt vegna þess að þeir hafa ekkert annar en Guð til að treysta á. Auðmjúkt þeirra er ekki endilega dygð sem þeir hafa ræktað með sér, heldur, lífsástand sem eru þvingað þá á kné. Þeir eru eins og tóm ílát. Það er einmitt vegna þess að þeir eru tómir af sjálfum sér, af stolti, af veraldlegu mæti, sem Guð getur fyllt á. Ef þeir væru fullir af eigin getu og visku, væri ekkert pláss fyrir Guð. Byttu nú við, það virkilega boðskapur að Guð þurfa getuleysi okkar að halda til að geta starfað? Ég myndi orða þetta öðruvísi. Ég held að Guð þurfa á mótstækileika okkar að halda og þótt þjáning geti vissulega leitt til mótstækileika, þá er auðmungdin sem Sefanía talar virkafstaða. Hún birtist í því að leita réttlætis og framfylgja lögmáli Guðs. Þetta er ekki lofgjörðun hélaslegt getuleysi, heldur virka og lýdna trú. Líktu á Sálm 145 sem var hluti af textunum. Þar er Guði lýst sem þeim sem veitir kúkjuðum réttlæti og leysir bandingja. Þetta er ekki Guð sem segir sættu þig við að vera bandingi. Þetta er Guð sem brýtur hlekki. Boðskapurinn er frelsun úr kúkun, ekki viðhald hennar. Ákalli til hinna auðmjúku er að treysta á þennan Guð frelsunarinnar og taka þátt í hans verki. Gott og vel, en þá skulum við fara aftur til Páls. Þar finnst mér mín röksemdafærsla standa sterkast. Pál er alveg skýr með tilgangin. Af hverju velur Guð það sem er veikt og heimskt? Hann segir það beint út, svo engin maður geti hreytt sér frammi fyrir Guði. Sko rökfræðin þarna er eiginlega óhrekkjanleg. Ef frelsun okkar byggdi á visku okkar, styrk eða siðferðilegum ágætum, þá gætu við tekið hluta af heiðrinum. En með því að velja þá sem hafa ekkert að þessu, gerur Guð það algjörlega ljóst að frelsunin er algjörlega gjöf. Hún er 100% náð. Veikleikin er ekki bara upphagspunktur, hann er sönnunargagnið fyrir eðli náðarinnar. Þetta er kjarnin í speki Guðs sem er í algjörri anstöðu við allt sem heimurinn telur rökrétt. En ertu þá ekki að gera Guð að eins konar andintellektualiskum krafti sem fagnar fáfræði? Ég held að Pál sé mun lævísar en það. Andstæðan er ekki á milli visku og heimsku í sjálfu sér, heldur milli tveggja tegundar af visku. Annars vegar mannleg viska sem er byggð á hroka, stöðu og sjálfsbjörgarviðleitni. Hins vegar guðleg viska sem birtist í krossunum í fornfúsum kærleika. Markmiðið er ekki að vera áfram heimskur að eilífu, heldur að gangast við heimsku krossins til að geta meðtekið hina sönnu visku. Þetta er ferli umbreytingar. Pál er að segja við Korindumenn, þið byrjuðu kannski á nullpunkti með að við mælikvarða heimsins, en í Kristi hafið þið fengið allt visku, réttlæti, helgun. Þetta er ekki ákall að dvelja í veikleikanum, heldur ákall til vaxtar inn í þennan nýja veruleika. Það er eins og að segja við nemanda, þú veit ekki að núna en þess vegna ertu hér til að læra. Ekki frábært, vertu áfram fáfráður. Ég skil þessa túlkun á umbreytingu en sæluboðin standa samt enn í vegi fyrir henni, að mínu mati. Það er áherslan svo afgerðandi á nútíðina. Sælir eru fátækir í anda því þeirra er í himnaríki, ekki þeirra mun verða. Þetta er ekki leiðarvísar af því hvernig að verða sæll. Þetta er opinberun af því hvar ríki Guðs er þeirra að finna. Það er þinn í fátækt andans, í sorginni, í hógkvimninni. Jesús er að horfa yfir mannfjöldan og segja, því sem heimurinn telur einskisvirði, því eru því raunternar ríkismins nú þegar. Veikleiki okkar, sorg okkar, vannmáttur okkar, það verður ráefnið sem Guð notar til að byggja sitt ríki. Þetta er lýsing á veruleika, ekki siðferðilegt boðorð. En getur það ekki verið hvort tveggja? Lýsing á veruleika og siðferðilegt boðorð? Já, það er óneitanlega mikil huggun í þessum orðum. En það er líka áskorun. Þetta er eins og að bera saman rætur trés og ávexti þess. Þú ert að einblína á jarðvegin og ræturnar, ástandið, auðmýktina, fátæktina. Ég er að benda á að tilgangurum með rótunum er að bera ávext, réttlæti, miskunn, frið. Listin yfir sæluboðin er fullur af virkum dygðum. Og það er til ótrúlega áhugaverð þýðing eftir franskgyðingalega fræðimannin Andrei Suraki sem var þekktur fyrir að reyna að fanga upprunalegan hebreskan kraft í frönskum þýðingum sínum.
Í staðin fyrir hið fremur passífa orð, öru eða sælir þýðir hann það sem á mars, sem þýðir áfram eða af stað. Þessi túlkun gjörbreytir öllum tóninum. Þetta ekki lengur bara yfirlýsingum ástand, heldur kall til að leggja af stað á vegferð. Þetta vegurinnir sem liggja að ríkinu, ekki bara staðir þar sem ríkið finnst fyrir. Sú þýðing vissulega ögrandi, en ég samt hræddur að með því að leggja ofur áherslu á að gera, þá glutum við hinum róttæka boðskap náðarinnar. Leiðum við fórum að einblína á réttlætisleit okkar, miskunnsemi okkar og fríðasköpun, þá hættan svo við fórum aftur að treysta á okkar eigin verk. Þá veru kristin trú bara enn eitt siðferðiskerfið, þar sem við reynum að vinna okkur inn hilli Guðs með góðum verkum. Kjarnin í boðskapi Páls og Jesú að mínum mati einmitt að brjóta niður þessa hugsun. Það ekkert sem við getum gert til að verðskulda Guðs ríki. Það gjöf sem gefin þeim sem eru með tómar hendur, þeim sem viðurkenna að þeir hafa ekkert fram að færa. Það þessi viðurkenning sem hinn sanna fátækt í anda. En það falskur tvíeringur að halda að áhersla á aðgerðir útiloki náð. Náðin ekki andstæða verka, hún forsenda þeirra. Það vegna þess að við höfum fengið náð sem gjöf að við erum fær að breyta í kærleika. Verkin ekki tilraun til að vinna sér inn náð, þau eru eðlilegur og óhjákvæmileg afleiðing þess að hafa meðtekið hana. Ef tré með heilbrigða rætur og fær vatn og sólskinn, þá ber það ávöxt. Það reynir ekki að bera ávöxt, það gerir það bara. Á sama hátt sú sem hefur meðtekið ríki Guðs sem gjöf, sú sem sannarlega auðmjúk, knúin áfram af kærleika til að leita réttlætis og þjóna nákanum. Það ekki byrði, heldur gleði. Þjáning og fátækt ekki dygðir í sjálfu sér sem við eigum að sækjast eftir. Það oft hræðilegur veruleiki sem við erum kölluð til að berjast gegn. Boðskapurinn ekki sæl þið sem eru hungruð, heldur sæl þið sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu. Það ákall að breyta heiminum. Til að draga mitt sjónarmið saman, þá það þetta. Gegnumgangandi stef í þessum textum hinn guðdómlega aðferð að umsnúa mannlegum gildum. Það meðvitu ákvörðum Guðs að starfa í gegnum það sem lítið, glatað og fyrirlitið. Þetta ekki til að gera lítið úr mannlegri viðleitni, heldur til að sýna fram á að frelsunin af öðrum toga. Hún gjöf náðar, óháð verðleikum, og þessi sannleikur einn getur frelsa okkur frá okkar eðlislega stolti og þörf fyrir að hafa stjórn. Og til að árétta mína lið, ég sammála því að náðin gjöf og upphafi að öllu. En þessi textar umfram allt siðferðilegt ákall sem sprettur af þessari gjöf. Þeir lýsa ekki ástandi sem á að sækjast eftir, eins og þjáningu, heldur andlegri afstöðu og lífsháttum sem einkennast af virkri iðkun réttlætis, miskunnar og friðar. Auðmýktin og viðurkenningan á eigin vannmætti dyrnar, en það sem handan dyrrana ekki aðgerðalega spið, heldur líf í virkri þjónustu við gröð og náungan. Við virðumst þó geta saminast að kjárni málsins að textarnir ögra allir sjálfhverfu og sjálfsánægju. Þeir neyða okkur til að endurskoða frá grunni hvað við teljum vera raunverulegan styrk og hvað við teljum vera veikleika. Þeir benda á veruleika sem sem sagt skilgrendur af gildum Guðs, ekki gildum vimsins. Nákvæmlega. Og kannski hinn sanna áskorun fólgni í því að lifa í þessari spennu. Þetta ekki spurningum að velja á milli þess að vera og þess að gera. Raunverulega viska felst kannski því að skilja að djúpstæðar og áhrifaríkar aðgerðir geta einungis sprottið frá stað róttækra auðmýktar og amgjust trausts á Guð. Hlustandunum eftir látið að íhuga hvar jafnvægi liggur, að það ljóst að þessi textar bjóða upp á ævarlanga íhugun.